Já, Óli, öruggur sigur í kvöld, en það var nú ekki aðalfréttin. Aðalfréttin er svo að þið voru að tryggja ykkur deildarmeistaratitilinn. Hvernig er tilfinningin svona beint eftir að... Hún bara hrikalega góð. Þetta er eitt af markmiðunum okkar að vera deildarmeistari og nú er það komið og nú getum við fókusið á næsta markmið. Hvað þurfum við að gera til að fara langt í úrslitakeppninni? Við þurfum bara að halda áfram að vinna í okkar hlutum og vera betri og mér finnst við búið að vera stígandi nú undanfari okkur, þannig að við þurfum að halda áfram. 6 í röð, það er nú heldur betur stígandi, það er nú hlýtur að vera gott að vera á leiðinni í úrslitakeppni svona gíraðar. Já, við eigum Keflavík eftir á laugardaginn, við þurfum að klára það verkefni og við byrjum náttúrulega bara að klára þennan leik og svo förum við yfir Keflavík, klára það og svo getum við fara að einbeita okkur að úrslitakeppni. Kannski svona að þér nú tekur þú við liðinu síðasta sumar eftir að liðið vinnur sannarlega vann deildarmeistaratitilinn á síðasta tímabili. Hvernig er það fyrir þig að svona gerir þetta fyrsta tímabili þitt svona í fremstu röð? Já, þetta er bara búið að vera hrikalega gaman en náttúrulega það er náttúrulega búið að setja smá svip á þetta tímabili, þetta blessaða COVID ástand sko, en þetta er búið að vera gaman og ég er bara ótrúlega ánægður með hvað stelpurnar eru ótrúlega duglegar að leggja sig alveg 100% fram í einu og öllu og það er gaman að þjálfa svoleiðis hóp. Þú ert með gífurlega vel skipaðan hóp sem virðist vera á rosalegri siglingu. Hvað getur farið úrskeiðis hjá Val í úrslitunum? Það er náttúrulega bara, við erum ekki búin að sérstaklega heppi með meiðsli í vetur og ég meina það má ekkert mikið út að bregða og það sem maður verður að taka hattinn af fyrir stelpunum, ég meina það er allar að fórna einhverju til þess að vera í góðu liði og hvort það eru mínútur eða byrjunarliðssæti eða hvað það er. Ég meina við erum með góðan hóp eins og þú segir og ef við höldumst heilar þá erum við helviti erfiðar. Alveg að lokum, hvaða þýðingu hefur þessi titill ef við klára ekki Íslandsmeistaratitilinn? Við ætlum bara næsta verkefni, það er bara að klára næsta titill, þetta er einn, við tökum næsta. Frábært, takk.